Góðir flokksstjórnar, fulltrúar og aðrir gestir. Ég byrja á því að segja þennan fund settan og geri tillögu sem Erlu Serdar, formann framkvæmdastjórnar Samfylkingarinnar, sem fundarstjóra. Við hefjum þennan fund aðeins seinna en við ætluðum vegna þess að kvennahreyfing Samfylkingarinnar var að halda aðalfund sinn og í dag höldum við upp á það í lok þessa fundar að kvennahreyfingin á 10 ára afmæli. Það er okkur ótrúlega mikils virði í Samfylkingunni að eiga sterka kvennahreyfingu. Við erum femínískur flokkur, byggjum á rót femínískrar hugmyndafræði og erum stolt af því að geta talið kvennalistan til eins þeirra flokka sem stóðu að stofnun Samfylkingarinnar. Og baráttan fyrir jöfnum kjörum og jafnri stöðu kynjanna er sífellt verkefni jafnaðarmannaflokks. Líka áður en lengra er haldið, svona þegar maður horfir yfir salinn þá saknar maður auðvitað sumra sem ekki áttu heimangengt í dag, en eins sakna ég öðrum fremur. Og það er maðurinn sem alltaf mætir á alla fundi og er alltaf duglegastur allra, situr lengst við í þinginu, á met í fundasókn þingmanna Samfylkingarinnar á síðasta þingi, á nefndafundum, og það er Guðbjartur Hannesson. Og mig langar að við stöndum núna upp og hugsum upp á Skaga og klöppum fyrir honum. Takk fyrir þetta. Við töluðum saman í gær og hann var að velta fyrir sig þessum fundi og hvernig við myndum leggja hann upp og viðfangsefnunum, og símtalið snerist að flestu leyti pólitíska stöðu okkar tíma og hann hafði fylgst mun betur með fréttum en ég allavega. Þú gat sagt mér meira það sem var á seiði en ég hefði átt að mig á sjálfur. Í viðtali Kastljósinu í vikunni þá nefndi hann og orðaði það svo vel að við eigum í sjálfu sér ekkert val það að taka annaðhvort á móti flóttafólki eða koma vel fram við aldraða og öryrkja, að mæta öðrum hópum sem í þörf í samfélaginu. Við getum alveg gert hvort tveggja, auðvitað. Og maður hlýtur eiginlega að spyrja sig hverjum datt annars í hug að ef maður kemur vel fram við einhvern hóp í vanda þá maður að koma illa fram við annan. Við stöndum ekki frammi fyrir því vali. Við höfum sett málefni flóttamanna kröftulega á dagskrá nú þessar fyrstu vikur þings og þingflokkurinn staðið þar sem einn maður. Voru fram fyrirspurnir málið, haldið kröftugar ræður af yfirvegun og rökfestu sem eftir hefur verið tekið. Sigríður Ingibjörg átti frumkvæði að því að setja fram tillögu móttöku flóttamanna, raunhæfa tillögu miklu umfangsmeiri aðgerðir til móttöku flóttamanna en ríkisstjórnin hafði lagt upp með. Og við höfum náð víðtækum stuðningi við þá tillögu og Össur hefur unnið af miklum krafti að þverpólitískri sátt að breytingum á löggjöf málefnum flóttamanna. Í umræðum stefnuræðu forsætisráðherra daginn, þá bað ég fólk að fara með mér upp á Vatnajökul og ég ekkert að biðja ykkur að loka augunum núna. En það sem ég var að vísa til svo einfalda staðreynd sem við gleymum allt of oft, að allir jarðarbúar komast fyrir upp á Vatnajökul. Heimurinn ekki stærri en svo. Mannmergðin sem við sjáum þegar við komum til útlanda á fjölsóttastaði ekki meira en svo. Og heimurinn líka hættur að vera okkur fjarlægur.
vegna þess að landamæri okkar liggja nú við Miðjarðarhaf. Fólk sem hrekst á kænum yfir það haf, það hrekst að okkar ströndum. Þessi vandi reynir á Evrópu alla. Í heimsókn Samfylkingarinnar til flokks systkina okkar á Evrópuþinginu í vor gerði ég flóttamannavandann að umtalsefni og hvatti bræður okkar og systur til aðgerða. Við jafnaðarmenn gætum ekki þolað óbreytt ástand. Núverandi stefna tryggir ekki forgang þeirra sem í mestri þörf, lokar í reynd dyrum gagnvart konum, börnum, öldruðum og sjúkum og auðveldar mansal og glæpastarfsemi gagnvart fólki í brárri neyð. Það erfitt að hugsa sér mislukkaðri stefnu út frá sjónarhóli jafnaðarmanna. Og þess vegna brýn nauðsyn á sameiginlegu alþjóðlegu átaki. Og það verður að vera evrópskt vegna þess að landamærin eru sameiginleg. Ríkisstjórn Íslands getur reynt að finna sér skjól frá sameiginlegri ábyrgð með því að spila á þjóðernisnótur og segjast ekki að láta ESB segja sér fyrir verkum. Nú fínt, þá skulum við bara taka fleiri flóttamenn heldur en ESB gerir ráð fyrir að við tökum. Ekki kominn tími til að borga reikninginn fyrir þátttökun á lista hinna viljugu þjóða. Herförin í Írak var studd dyggilega af núverandi stjórnarflokkum. Og hún markaði upphaf hörmungarsögu, átaka og ofbeldi sem fólk nú að flýja. Og það eru hundruðir þúsunda að greiða með lífi sínu í dag fyrir það feigðarflan. Öll Evrópuríki verða að leggja mörkum í samræmi við getu og taka við því fólki sem nú þegar komið til Evrópu. Og við þurfum líka að setja á fót móttökustöðvar í nágrenni átakasvæða þar sem unnt verður að flokka fólk eftir þörf. Og sérstakir rausnarlegir kvótar þurfa að vera til fyrir fólk sem leitar þangað svo fólk sjái að það skili einhverju að fara í röð. Og Ísland þarf að leggja af mörkum sérstaklega til slíkra kvóta. Því annars halda manndrápsfleytu flutningarnir yfir Miðjarðarhafið áfram. Ágætu vinir og samherjar, við stöndum á tímamótum. Eftir erfið ár glíman við afleiðingar hrunsins loks að baki. Við getum litið stolt til hlutverks okkar, en sigurinn var þjóðarinnar allrar. En eins og svo oft áður í íslenskri sögu framtíðin óviss. Íslendingar hafa einstaka getu til að vinna sig út úr ytri áföllum. En það sem okkur hefur alltaf skort aginn og sjálfstjórnin til að þola góða tíma. Og því miður virðist engin breyting vera að verða á því. Nú blasa verkefnin við. Heilbrigðisþjónustan okkar kallar á aukið fé. Málefni aldraðra og öryrkja eru eins og við þekkjum svo vel og þörfin fyrir kjarabætur þessara hópa gríðarlega brýn. Þjónusta við barnafjölskyldur rýrnar og versnar. En ríkisstjórnin byrjar á öfugum enda. Svigrúmið í ríkisútgjöldum auðvitað ekki takmarkalaust. En hún velur að nýta það fyrir þá best settu. Helmingur skuldaleiðréttingarinnar fór til vel setts fólks sem þekkti skuldavanda bara af afspurn. Byrðar þeirra best stæðu hafa verið léttar, en venjulegt fólk látið sitja eftir. Og fyrir vikið nú minna rúm fyrir kjarabætur fyrir þá sem helst þurfa á að halda eða fyrir meiri þjónustu við venjulegt fólk. Þess vegna munum við nú í vetur í málefnastarfi Samfylkingarinnar einbeita okkur að stóru spurningunum framtíðina á Íslandi. Hvernig viljum við tryggja að fólk geti séð sér framtíð hér á landi? Og við gerum það með gildi okkar jafnaðarmanna leiðarljósi. Við kynnum hér á þessum fundi hugmyndasmiðjur sem munu starfa í vetur og leita svara, og í því starfi þurfum við að draga fleiri að og fá til liðs við okkur fólk utan flokks. Og við þurfum líka að mæta brýnni þörf fyrir alvöru uppbyggilega landsbyggðastefnu.
Núverandi ríkisstjórn leggur það eitt til mála að reyna að ala á óvild milli landsbyggðanna og höfuðborgarinnar, en hefur enga framtíðarsýn. Hún leggur ekkert uppbyggilegt til atvinnuþróunar eða nýsköpunar í þjónustu og við eigum að kalla til liðs okkar öfluga fólk land allt og fólk utan flokksins til landsbyggðastefnu þings sem við höldum snemma á næsta ári til að marka byggðastefnu Samfylkingarinnar. Heimurinn að opnast og tæknibreytingar losa völd hefðbundinna valdaafla á samfélaginu. Fólk verður frjálst og getur látið vilja sinn í ljós á leifturhraða. Við sáum afleiðingar þessa á arabísku vori fyrir nokkrum árum. Kúgunarstjórnir misstu tökin á hverju ríkinu á fætur öðru í Norður-Afríku þegar sjálfsbrottin bylgja á samfélagsmiðlum leysti langvarandi óánægju og læðingi og við fögnuðum þeirri lýðræðisbylgju öll. En þannig svo við höfum bara algjörlega gleymt að draga því lærdóm hvaða áhrif sambærilegar breytingar myndu hafa á vestrænt lýðræði og hefðbundna flokkaskipan. Það hefur nefnilega sýnt sig allan hinn vestræna heim að lýðræðið í deglu. Allt í einu hætta hinnar hefðbundnu leikreglur að virka. Tökum dæmi. Ráðherra upp á Íslandi sem vill drepa á dreif óþægilegum spurningum móttöku flóttamanna grípur til þess gamalkunna ráðs að segja, já, við verðum nú að hugsa þetta og það fer náttúrulega eftir því hvað þjóðin vill. Einu sinni hefði það dugað til að svæfa málið, en engin leið að spyrja þjóðina beint og spuna rokkum í lófa lagið að túlka vilja hennar út og suður. En nú taka þúsundir ráðherranna á orðinu á svipstundu, bjóða fram aðstoð og auka þannig þrýsting á ríkisstjórnina til aðgerða. Í Bretlandi rís bylgja hundraða þúsunda sem flykkjast til liðs við verkamannaflokkinn í leiðtogakjöri. Kyndilberi þessara nýju kynslóðar maður hátt á 70-aldri sem hefur setið á þing í 32 ár og allir höfðu fyrir löngu afskrifað. Og hinn sjálfskipaða forystusveit gapir af undrun og horfir forvið á. Hann nýtur ekki stuðnings vegna þess að hann sé að segja eitthvað nýtt, heldur vegna þess að þegar fólk horfir á hann, upplifir það að hann sé að meina það sem hann segir. Það ekkert fals og engin gorgeir og ekkert platt. Þessar bylgjur hafa sérstaklega mikil áhrif á flokka jafnaðarmanna vegna þess að hreyfing jafnaðarmanna var byggð á hugmyndinu fjöldahreyfingu til þess að gefa hinum réttlausu rödd í samfélaginu. En þegar fjöldinn hefur núna fengið rödd, þá skapast svo hætta að það verði misræmi og skortur á samhljómi milli hreyfingar jafnaðarmanna og fjöldans sjálfs. Og þá reynir á endurnýjunarkraft hreyfingar jafnaðarmanna. Hvernig ætlar hún að vinna með nýrri lýðræðishreyfingu? Hér á Íslandi bætist svo við víðtæk vantrú á stjórnmálin í kjölfar djúprar efnahagskreppu. Og hún stafar ekki bara af kjaraskerðingu liðinna ára, heldur líka að fólk efast að fenginni reynslu hreinlega getu stjórnmálanna til að breyta nokkur sem máli skiptir. Fiskveiðistjórnarkerfinu, húsnæðiskerfinu, stjórnarskránni, verðtryggingunni, almannatryggingakerfinu eða tryggja okkur aðild að Evrópusambandinu. Og til að bæta gráan á svart hafa skýr loforð stjórnarflokkana þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að Evrópusambandinu líka verið svikin. Og þessi vonbrigði hitta alla gróna flokka fyrir. Engin flokkur á að skilja þessi vonbrigði betur en við. Samfylkingin var stofnuð uppgjör við gróið valdakerfi og frá upphafi lögðum við áherslu á grundvallarbreytingar og að færa vald til almennings. Við höfum verið í fararbroddi í að þróa íbúalýðræði í þeim sveitarfélögum þar sem við höfum farið með stjórn í. Við leitum til lykta erfitt deilumál stækkun álversins í Straumsvík.
undir forystu okkar fólks í bæjarstjórn Hafnarfjarðar. Íbúakosning stendur nú fyrir dyrum að frumkvæði okkar fólks í Reykjanesbæ stóriðju í Helguvík. Meðal þess fyrsta sem við gerðum sem flokkur var að marka okkur stefnu fyrningarleiði sjávarútvegi og stjórnkerfis og stjórnarskrárumbætur. Formaður hefur verið valinn í allsherjaratkvæðagreiðslu og stefnumörkun í Evrópumálum var lögð fyrir alla flokksmenn til samþykktar. Við erum flokkur lýðræðis og samtals. Og þess vegna eigum við að leggja áherslu á grundvallarbreytingar sem tryggja þjóðinni áhrif stór mál. Það eru nú tækifæri til að ná árangri með breytingum á stjórnarskrá strax næsta vor. Sumir innan stjórnarflokkana skynja þrýstinginn frá þjóðinni. Og við eigum að nýta okkur það og ekki láta valdhafa telja úr okkur kjark. Í framhaldinu eigum við svo að leita samstöðu með öðrum umbótasinnuðum öflum þjóðaratkvæði framhald aðildarviðræðna, framhald stjórnarskrárbreytinga og aðrar nauðsynlegar grundvallarbreytingar í kjölfar næstu kosninga. Píratar hafa sett fram hugmynd stutt þing í þessu skyni og það er hugmynd sem vert er að ræða. Við viljum skapa okkur traust og kannski verður það best gert með því að setja fá, skýr og mælanleg markmið. Góðu félagar, tímarnir eru að breytast og við höfum nú val það hvernig við bregðumst við. Það er ekki valkostur að neita hlusta. Við getum gert eins og gömlu flokkarnir og agnúast út í samfélagsbreytingar, pirrast á skoðanakönnunum og kennt óvæginu umræðu á netinu allt sem álaga fer. Reynt að segja sama hlutinn og við höfum alltaf sagt en tala bara hærra. Búa til betri og nýrri glansmyndir af okkur. En við getum líka brotist út úr þeim viðjum sem flokkakerfið hefur hneppt okkur í. Flokkar verði ekki litlir við að missa fylgi, heldur við að hætta að hugsa stórt. Ný stjórnmál þurfa nýja umgjörð og við eigum að gera tilraun til að skapa hann á grunni samfylkingarinnar. Hér á landi eins og allstaðar annarstaðar sprett upp hreyfingar fólks til að berjast fyrir samfélagsumbótum. Ég nefndi áðan viðbragðið varðandi flóttafólk. Við sáum tugþúsundir skrifa undir undirskriftasöfnum gegn því að gefa útgerðarmönnum makríl auðlindina. Við sjáum tugþúsundir taka þátt í druslugöngunni. Og það hefði þurft mann með steini að hrífast ekki af lýsingum þeirra Eddu og Steinunar áðan á þingi kvennahreyfingarinnar á því frumkvæði sem þær tóku í að færa áfram baráttuna gegn kynbundnu ofbeldi og gera hana alvöru hreyfingu á samfélagsmiðlum þannig að þúsundir sýndu umfang þess alvarlega vanda. Það er einfaldlega ekkert sem bendir til að fólk vilji ekki leggja gott af mörkum. Þvert á móti. En hér á landi og alla Evrópu er fólk líka að átta sig á þeirri hættu að sjálfsprottnar hreyfingar verði til af miklu afli en skorti úthaldið til að koma breytingum í höfn. Það getur orðið eins og glæsileg flugeldasýning, tilkomumikil og heillandi en líði bara allt of fljótt. Og nái ekki að knýja fram raunverulegar breytingar. Aftur og aftur höfum við frá hruni séð sköpunarkraftinn sem getur leiðst úr læðingi, vonina og orkuna sem myndast þegar fólk hópast saman og lætur til sín taka, en svo vantar tækið til að koma málum í höfn og afleiðingin verður vonbrigði og sundrung, vonleysi, bíturleiki og uppgjöf. Og hættan er sú að til lengri tíma litið hafi umbótasinnuð öfl minni áhrif. Samfylkingin getur boðið sig fram
til að vera verkfærið sem vantar, farvegur fyrir fólk sem vill láta til sín taka. Með því að blanda saman nýjum straumum og reynslu Samfylkingarinnar getum við þróað leiðir til að fá fólkinu sjálfu vald yfir þróun mála, en tryggja samt eftirfylgni að alvöru árangur náist og að breytingum verði komið í höfn. Gefið fyrirheit það að þegar að fólk tekur valdi til sín, þá skili stjórnmálin einhverri niðurstöðu. Að þegar fólk kalla eftir breytingum sé til afl sem hafi getu og úthald til að koma þeim í gegn. Að uppreisnin verði til einhvers, en skilji ekki bara eftir sig beist eftirbragð. Ég var spurður daginn fyrir hvað Samfylkingin stæði og hvers vegna fólk ætti að kjósa hana. Fyrst þetta mér í hug svona hefðbundnar, hástemmdar yfirlýsingar ágæti flokksins, sögulega sigra, glæsta leiðtoga og fagrar hugsjónir. En svo fannst mér það bara einhvern veginn ekki ríma við okkar tíma. Og ég held að svarið sé einfaldara. Samfylkingin raunhæfasti kosturinn. Við erum flokkur sem stofnuð sem fjöldahreyfing ólíks fólks. Ekki hefðbundin flokkur fólks sem gengur í takt. Við erum sammála meginhugsjón en rúmum mjög ólíkar skoðanir og við viljum hafa það þannig. Og þannig á það að vera. Hjá okkur forystufólk fremst meðal jafningja en ekki sólkonungar. Allt okkar starf hefur miðað að því að þróa praktískar lausnir og koma málum í höfn. Við þurfum ekki að vinna slaginn tilfinningaþrungnustu ræðuna, stærstu orðin eða mesta sviðsljósið. Okkur dugar að vinna til góðs. Og á tímum þegar vantrú á stjórnmálum og stjórnmálaflokkum yfirgnæfandi, þá hlustum við og leitumst við að skilja skilaboðin. Við skulum ekki þykjast vera fullkomin, við erum bara venjulegt fólk. Við höfum eins og lagt okkur fram að axla verkefni á ábyrgð og auðmýkt. Allir þekkja verk okkar í ríkisstjórn á erfiðleika tímum, þegar lagður var grunnur að endurreisn á mettíma og þeim tekjulægstu og lífeyrisþegum hlíft við verstu afleiðingum hrunsins. Við unnum hlið við hlið með verkalýðshreyfingunni að því að verja kjör og gæta hagsmuna venjulegs vinnandi fólks. Þegar við fengum skell í Reykjavík árið 2010 gengum við af auðmýkt til samstarfs við sigurvegara, besta flokkin, og sköpuðum með honum trúverðugan frjálslyndan velferðar valkost við stjórn borgarinnar. Sú stefna heldur enn þann dag í dag og dagur leiðir nú framsækin borgarstjórnarmeirihluta 4 flokka. 3 vikum fyrir kosningar 2014 var fylgi okkar á Akureyri 9% og okkar eini bæjarfulltrúi í hættu. Með skemmtilegri baráttu og skýrum skilaboðum velferð og nærri tvöfölduðum við fylgið, unnum annan fulltrúa í kosningunum og leiddum saman meirihluta. Á Ísafirði tókum við þátt í sameiginlegu framboði sem náði að teygja sig víðar en fyrr og situm nú í meirihluta eftir áralanga stjórn Sjálfstæðisflokksins. Í Fjallabyggð erum við í meirihluta með nýrri íbúðarhreyfingu og erum að snúa við rekstri bæjarins. Og í Reykjanesbæ leiddum við saman 2 ólík íbúðaframboð með okkur í meirihluta til að takast á við hreinsunarstarfið eftir Íslandsmet Sjálfstæðisflokksins í fjármálaóstjórn. Hvað sammerkt með öllum þessum dæmum? Í öllum tilvikum þar sem við erum í meirihluta í sveitarstjórnum nú, tókum við saman höndum með nýjum öflum eða íbúarhreyfingum og fundum leiðir til að tvinna saman hugsjónir okkar og áherslur þeirra. Stólar og vegtyllur okkur til handa voru ekki lykilatriði. Í öllum tilvikum tókum við skilaboðunum frá kjósendum, lásum í þau og fundum þeim farsælan farveg. Þetta kann Samfylkingin og þetta hennar höfuðstyrkur. Gylfi Þ. Gíslason sagði að jafnaðarstefnan væri sú stjórnmálastefna sem tengdi hug og hjarta.
Það er hárrétt. Og það er knýjandi þörf fyrir slíka stefnu í stjórnmálum dagsins í dag. Stefnu sem tengir hugsjón og veruleika. Hún getur tengt sársaukana og reiðina sem við finnum yfir óréttlæti og kúgun, nær og fjær. Og viðbragðið sem kviknar hjá þúsundum samtímis á svipstundu, raunhæfum lausnum sem leggja grunn að betri framtíð og réttlátari heimi. Við skulum nýta okkur þennan höfuðstyrk til sóknar á næstu misserum. Takk.